Góðan daginn. Ég set hér 44. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 29. janúar 2026 og hófst fundurinn klukkan 17:07. Fundinn sitja svo sem hér stendur Hrafnhildur Hallarsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Kristján Hildibrandsson, Viktoría Líf Valdimars Ingibjörnsdóttir og hér einnig Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Jón Sindri Emilsson sem stýrir tækni málanum í útsendingunni og Gyða Steinsdóttir. Fundargerð rita Jakob Björgvin Sigurðsson Jakobsson bæjarstjóri. Hér erum við dagskrá sem eða Gyða þau saman eitthvað, þau gerir þetta svona eitthvað saman. Þau rita þetta saman þessa fundargerð en hér erum við dagskrá sem 15 liðir og við skulum ganga til fundar. Fyrsta mál dagskrá fundargerð skipulagsnefndar frá 38. fundi nefndarinnar, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðið ljós. Liður 2 fundargerð 9. fundar ungmennaráðs, lögð fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðið ljós. Já, hann bara þetta út í loft. Þriðji liður fundargerð bæjarráðs, 40. fundargerð bæjarráðs, lögð fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðið ljós. Liður 4, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, lagðar frá 9. fundargerði nefndarinnar, lagðar hér fram til kynningar og orðið laust. Ragnar Már, bæjarfulltrúi og Ýlista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi taka til máls undir þessum lið og spyrja aðeins út í fundargerð nr. 239 hjá Breiðafjarðarnefnd. Þar kemur fram að nefndin hafi óskað eftir svörum frá bænum varðandi Búðanes og vegna jarðvinnu við Búðanes í Stykkishólmi. Nóvember 24. Breiðafjarðarnefnd sendi sveitarfélaginu fyrirspurn vegna verkefnisins og fékk svar frá sveitarfélaginu. Þessi bréf eru ekki með sem fylgigögn. Það væri gaman að fá svona stutta lýsingu á þessu bréfi og eins væri óska ég eftir að við fáum að sjá kannski afrit af þessum bréfum send í tölvupóst. En það væri ágætt að fá svona, ef væri þetta að fara svona létt yfir hvað fór fram í þessum bréfaskrifum. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Viltu svara núna eða bara seinna? Já, gerðu svo vel. Forseti, umrætt bréf að senda af hálfu skipulagsfulltrúa og ég ekki með það í kollinu núna hvað var ritað í því bréfi, en það okkur ljúft og skylt að koma þessum upplýsingum á framfæri við bæjarfulltrúa og það væri væri betra að fá bara skriflega fyrirspurn næst og þá getum við sett þetta bara á dagskrá. Bæjarráðs næst eða hvernig það er. Það náttúrulega, við erum búin til þess að veita ykkur upplýsingar. Nú sem einhvern nær. Takk fyrir skjót og góð svör. Orðið laust ennþá undir liði 4. Ragnar Már, við biðjum orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kemur nú bara fram í fundargerðinni að svari komið frá bænum, þannig að kemur svo sem ekki fram að hafi komið frá skipulagsfulltrúa, en það ágætt að fá svar við því núna að það hafi komið frá honum, þannig að ef maður vita það þá hefði þess að spurningi verið öðruvísi. Takk. Takk fyrir þetta. Allt orðið ljóst. Orðið laust undir lið 4.
Ekki fleiri sem kveða sér ljós. Lið 5 úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga. Lögð fram tilkynning úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiði árið 2025 til 2026. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 6 funda áætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Lögð hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 6. Enginn kveður sér ljós. Liður 7 skýrsla orkumál á rafkynntum svæðum á Vesturlandi. Lögð hér fram skýrsla orkumál á rafkynntum svæðum á Vesturlandi ásamt glærukynningu. Bæjarráð vísaði málinu á 40. fundi sínum til umfjöllunar hjá dreifbýlisráði með sérstakri áherslu á tækifæri tengt samkomuhúsinu Skildi. Lagt er fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 8 ósk Íslenska gámafélagsins landsvæði til afnota. Hér lögð fram drög að afnotasamningi við Íslenska gámafélagið EHF tímabundin afnot af landsvæði við flugvallarveg 20. Málið hefur áður verið tekið til umfjöllunar og afgreiðslu á fundi bæjarráðs, skipulagsnefndar og bæjarstjórnar þar sem samþykkt var að gerður yrði afnotasamningur við félagið. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum samninginn með áorðnum breytingum og vísaði honum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 8. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 9 undanþágulisti vegna verkfalla fyrir sveitarfélagið Stykkishólm vegna bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum undanþágulistan og vísaði honum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 9. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir undanþágulistan. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Lið 10 Kársstaðir. Óskað er eftir að fá byggja íbúðarhús í landi Kársstaða. Er að ræða 130 fermetra íbúðarhús sem væri staðsett 45 metra frá núverandi íbúðarhúsnæði. Skipulagsnefnd heimilaði á 38. fundi sínum byggingu nýs íbúðarhús þar sem heimildir er fyrir því í aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2022. En heimild er að byggja 4 stök íbúðarhús á jörðinni. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum ákvörðun skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 10. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 11 skipan í farsældarráð. Fyrir liggur að skipa þar fulltrúa sveitarfélagsins í farsældarráð. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum Kládíu Gunnarsdóttur, formann velferðar- og jafnréttismálanefndar sem aðalmann og Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson bæjarstjóra sem varamann. Afgreiðslu málsins var vísað til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 11. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir skipunina. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 12 lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Hér er lögð fram gögn vegna fyrirhugaðrar lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum lántöku sveitarfélagsins enda byggir hún á fyrirliggjandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og vísaði afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar. Orðið laust undir lið 13. 12 segi. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma inn að létta bókun. Hún er eftirfarandi. Fyrir liggur lántaka upp á 100 milljónir sem er heildarlántaka ársins fyrir fjárfestingar samkvæmt fjárfestingar áætlun 2026. Það verður því ekki frekari lántökur að ræða á árinu. Lántakan er óvenju snemma á árinu þar sem framkvæmdir síðasta árs gengu verulega á hambært fé er líða tók á árið og við því þarf að bregðast með því að auka það núna í upphaf árs.
Handbært fé þarf að aukast fram á vorið svo hægt verði að hefja framkvæmdir í sumar. Áætlaðar fjárfestingar ársins eru langt umfram lántöku og að stórum hluta ófjármagnaðar og var talað við fjárfestingaráætlunargerðina að ekki er að byrja á neinum framkvæmdum nema með yfirferð og samþykki bæjarstjórnar. Það er ljóst að bæjarstjórn þarf að fylgjast mjög vel með stöðu handbærs fjár og hefja ekki framkvæmdir nema tryggt sé að handbært fé dugi til að ljúka framkvæmdum. Undir þetta skrifa íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Kristján Hildimundsson. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er laust undir lið 12. Enginn kveður sér ljós, þannig að þá les ég. Bæjarstjóri Stykkishólms samþykkir hér með á fundi sínum að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að krónu 100 milljónir samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði er á þeim tíma sem lánið er tekið. Lántakan getur verið í formi skammtímaláns sem forveri langtímaláns eða sem langtímalán í þeim skuldabréfaflokkum sem Lánasjóðurinn býður hverju sinni. Bæjarstjórnin hefur kynnt sér skilmála viðkomandi skuldabréfaflokka eins og þeir birtast á heimasíðu Lánasjóðsins. Til tryggingar láninu, þar með talið höfuðstólvöxtum, verðbótum, dráttarvöxtum, uppgreiðslugjaldi og öðrum kostnaði, samþykkir bæjarstjórnin að tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011, nánar tiltekið útvarpstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið er tekið til að fjármagna framkvæmdir sveitarfélagsins þar með talið í viðhaldi og endurbótum fasteigna, fráveitu og hafnarmannvirkja. Er að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga númer 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt er Jakobi Björgvini Sigríðarsyni Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélagsins sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir eru á móti? Og hverjir sitja hjá? Þá er þetta samþykkt með 6 atkvæðum og 1 sitja hjá. Þá er komið að 13. lið sem er innritunarreglur leikskólans í Stykkishólmi. Hér er lagðar fram uppfærðar innritunarreglur leikskólans í Stykkishólmi sem samþykktar voru á fundi skóla- og fræðslunefndar nr. 18. Bæjar á staðfesti á 30. fundi sínum afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar og lagði til við bæjarstjóra að samþykkja uppfærðar innritunarreglur leikskólans í Stykkishólmi og orðið er laust undir lið 13. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að spyrjast fyrir hvort það væri eitthvað búið að breytast í þessum innritunarreglum frá því að voru samþykktar í mars 24 og við erum að taka þetta til staðfestingar í bæjarstjórn í janúar 26. Ég ætla bara að hvort það væri eitthvað breytingar sem að væri verið, eða hvort það hefði bara hérna gleymst að staðfesta þær í bæjarstjórn þannig í beinu framhaldi eða hvort það séu eitthvað breytingar frá því þetta var samþykkt síðan þá. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, því til að svara að það er engar breytingar átt sér stað frá því að bæjarráð staðfesti afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar sínum tíma. Máli fór aldrei fyrir bæjarstjórn og það er náttúrulega vaðmál í rauninni hvort það þörf sé á því, en svona þar sem ábending kom það, þá bara var ég ljúft og skylt að vera við því og setja dagskrá bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust undir lið 13. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir innritunarreglur leikskólans í Stykkishólmi. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 14, heilsuefling 60 pluss eða eitthvað. Lögðu fram tillaga að endurnýjun samnings við þjálfara heilsueflingar 60 ára og eldri í Stykkishólmi og orðið er laust undir lið 14.
Enginn hver sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir samninginn. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að 15. og síðasta lið sem eru minnispunktar bæjarstjóra. Forseti, ég ætla að gera grein fyrir minnispunktum mínu fyrir fyrsta mánuð ársins 2026 og gleðilegt ár. Og fyrst þetta að Unnsteinn Logi Eggertsson hefur verið ráðinn í stöðu launafulltrúa hjá sveitarfélaginu. Staðan var auglýst í desember síðastliðnum, alls sóttu 6 manns stöðuna. Unnsteinn Logi lauk háskólaprófi frá Tækniskólanum sem innrekstrarfræðingur í desember 1997. Í dag sinnir Unnsteinn stöðu framkvæmdastjóra hjá Golfklúbbnum á Flúðum og fer með yfirumsjón með daglegum rekstri klúbbsins, sinnir launamálum, gerð ráðningarsamninga og fleira. Unnsteinn býr því yfir reynslu sem að mun nýtast vel í hinu nýja starfi og hlökkum til þess að fá hann til starfa. Frá 1. janúar 2015 hefur Ríkharður Hrafgeirsson gegnt stöðu mannauðs og launafulltrúa hjá sveitarfélaginu en hann lætur á störfum 27. mars næstkomandi. Rikka eru hér færðar þakkir fyrir velunni störf í þá samfélagsins og gott samstarf. Þá er Unnsteini Loga óskað til hamingju með nýja stöðuna og velfarnar í starfi. En gert ráð fyrir því að Unnsteinn Logi hefji störf fyrir sveitarfélagið miðjan mars mánuð. Lok síðasta árs stóðu umfangsmiklar og langþráðar framkvæmdir yfir í grunnskólanum í Stykkishólmi þegar lyftu var komið fyrir í húsinu. Framkvæmdir gengu vel og hefur lyfta nú verið tekin út af úttæktaraðila og fengið grænt ljós til notkunar. Smávægilegu frágangur er eftir í kringum lyftuna og verður gengið frá því á næstu vikum. Lyftan er mikil bót fyrir skólan og stór liður í því að bæta aðgengi fyrir alla í stofnunum sveitarfélagsins. Nú eins og margir þekkja hefur Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga aðsetur að Klettsbúð 4 á Hellishendi en auk þess hafa starfsmenn vinnuaðstöðu á bæjarskrifstofunni í Grundarfirði og undanfarin ár á sýsluskrifstofunni í Stykkishólmi. Nú hins vegar hefur orðið breyting þar á en undanfarið hafa starfsmenn sveitarfélagsins unnið að því að standsetja 2 skrifstofur á efri hæð Höfðaborgar og munu starfsmenn Félags- og skólaþjónustunnar nýta þær sem sitt vinnurými í Stykkishólmi. Einnig nú unnið að því að standsetja fundaherbergi í húsinu sem Félags- og skólaþjónustunnar getur nýtt sér. Það er rétt að taka fram að engar ákvarðanir hafa verið teknar breytingar á framtíðar áformum fyrir efri hæð Höfðaborgar þrátt fyrir þetta en fyrir liggja drög að teikningum eins og bæjarfulltrúar þekkja af 4 íbúðum sem mögulegt er að bæta við það leiguíbúð sem fyrir í húsinu þegar framlíða stundir. Ekki hefur þó verið tekin ákvörðun það hvenær ráðist verður í það framkvæmdir og því farsælt að nýta húsnæði sem best þangað til en aðstæðar hentar Félags- og skólaþjónustunni afar vel enda sinnir hún meðal annars þjónustu við eldra fólk. Nú meira af vettvangi Félags- og skólaþjónustunnar en Félags- og skólaþjónustan auglýsir eftir starfsfólki í tilsjón á heimilum á Snæfellsnesi og tilsjónar aðili leiðbeinir og styður foreldra við að sinna forsjár og uppeldisskyldu sinni og stuðningu fer fram á heimili fjölskylduna þar sem foreldri fær persónulegan stuðning og leiðbeiningar í uppeldi og umönnun barna sinna. En bendi á að hægt sé að kynna sér nánar málið nánar á heimasíðu sveitarfélagsins og hvet alla sem á að hafa og getur til þess að sækja þetta starf. Nemendur á unglingastigi í grunnskólum í Stykkishólmi ráku smiðstökið á skemmtilegt verkefni sitt skömmu fyrir jólin. Verkefnið gekk út á að kynna sér hinn ýmsu góðgerðarsamtök og þeirra störf en nemendur kusu að lokum hvaða samtök þau vildu styrkja var björgunarsveitin Berserkir fyrir valinu. Nemendur héldu glæsilega ljónamarkað þar sem að þau seldu varning, smákukur og kakó. Viðstöddum var boðið að taka þátt í happdrætti og nokkri nemendur fluttu tónlistatriði. Allur ágóðinn af markaðnum var svo færður björgunarsveitinni Berserkjum og stoltur hópur nemenda afhendi Jóhönnu Maríu fulltrúa
berserkja styrkað upp að 300.000 krónum skömmu fyrir jól eins og má sjá á slæðunni. Vil ég hér koma fyrir bæjarstjórnar á framfæri sérstökur hrósi til nemenda á unglingastigi fyrir þeirra framtaki þessum efnum sem er til fyrirmyndar og til eftir breytni. Á 8. fundi öldungaráðs Stykkishólms þann 5. desember síðastliðinn lagði ráðið ríka áherslu á mikilvægi góðrar og aðgengilegrar upplýsingagjafa til eldra fólks í sveitarfélaginu. Jafnframt ítrekkaði öldungaráð mikilvægi áframhaldandi góðrar samvinnu milli sveitarfélagsins og aftanskyns þjónustu og upplýsingamiðlu til þessa hóps. Og í samræmi við bókun öldungaráðs hyggst sveitarfélagið í samvinnu við aftanskyn auka upplýsingagjöf til eldra fólks með því að draga saman helstu upplýsingar þjónustu við eldra fólk í sveitarfélaginu. Þar er bæði átt við þjónustu við sveitarfélagsins, starfsemi aftanskyn sem og aðra þjónustu skipti máli fyrir þennan hóp. Í þessu sambandi stendur til að taka saman þessar upplýsingar og senda þær til allra íbúa 60 ára eldri í sveitarfélaginu á komandi misserum eða með einhverjum öðrum hætti. Þetta verður unnið þá nánar með aftanskyn. En tilkynnt var þetta í bréfi sem borið var í hús til allra 60 ára eldri í sveitarfélaginu nú á dögunum og með bréfinu fylgdi fyrsta tölublað helstu frétta en það blað hefur verið gefið út nær mánaðarlega frá byrjun apríl 2023 og er ætlað einmitt að bæta upplýsingaflæði frá sveitarfélaginu einmitt til þessa hóps, einhver þeirra sem nýta tölvur eða samfélagsmiðla í minna mæli. Þá eru jafnframt í þessu tilefni og í þessu bréfi íbúar 60 ára eldri sem ekki voru skráðir í aftanskyn hvattir til þess að gangi í félagið og bent á það að upplýsingar inngöngu í félagið og aðra starfsemi má nálgast hjá formanni félagsins sem er Hanna Jónsdóttir sem ritaði jafnframt undir bréfið ásamt mér. Brák íbúafélag mun á næstu dögum auglýsa eftir umsóknum leigu á íbúðum í Bauluvík 2. Er að ræða samtals 12 íbúðir. Þeir íbúar sem að leigja íbúðir af sveitarfélaginu við Skúlagötu 9 njóta forgangs og hefur nú þegar verið fundað með þeim leigjendum vegna málsins. Stendur að halda opið hús og gefa þannig áherslu tækifæri til að skoða íbúðirnar en sveitarfélagið mun greina nánar frá þessu á vefsínum í samstarfi Brák íbúafélag. Nú að málanna. En tilstendur að halda þorrablót í Stykkishólmi 7. febrúar næstkomandi. Formenn nefndarinnar í ár eru þau Páll Vignir Þorbergsson og Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir sem ættilega skýrir það af hverju hún situr ekki enn fundi í dag. Nefndin æfir stíft þessa dagana og er óhætt að gera ráð fyrir miklum dýrðum þegar stóra stundir rennur upp enda af nægu efni af taka eins og við var að búast. Nefndin byggir upp spennu þessa dagana með því að deila klippum af æfingum og öðru skemmtilegu á samfélagsmiðlum sem nú er orðin fastuliður í aðdraganda blótsins. Jafnar að það yngri kynslóðin sem fær að njóta sín í þessum efnum en áhugasamir geta fylgst með bráðskemmtilegum innslögum og Instagram og Facebook Reels eða eitthvað svoleiðis. Miðasala fer fram í Íþróttamiðstöð Stykkishólms sunnudaginn 1. febrúar klukkan 14 til 16. Væntanlega bara þennan dag ef þetta verður eins og í fyrra því það seldist upp á hálftíma enda nefndin afskaplega vel mönnuð í fyrra og mánudaginn 2. febrúar næstkomandi klukkan 17 til 19. Miðaverði 15.000 krónur, ekki nema. Engin pósi verður á staðnum en hægt að greiða með millifærslu. Ég vil óska öllum góðra skemmtunar á þorrablótinu og læt hér yfirferð minni yfir janúarmánuð 2026 lokið. Takk fyrir góða minnspunkta, Jakob Björgvin bæjarstjóri. Takka fyrir, fyrir ekki orðiðlustum minnispunkta. Þetta er alltaf að vona að eitthvað segi hérna. Það er enginn sem kveður sér ljós og bara þessi. Ég vona að allir skemmtu sér vel á þessu þorrablóti sem fékk svona fína auglýsingu á það. Ég veit ekki hvort það fær afslátt á miðanum eða hvað en þetta er alltaf bara þessi
stóra, skemmtilega skemmtun í íþróttahúsinu okkar. Þakka fyrir góða fundasetu, bæði bæjar stjórnarfulltrúar og gestir og einhverjir hafa vonandi horft á útsendinguna eða gera það seinna. Og þá slít ég bara fundi klukkan 17:32.